Þeir eru ófáir Íslendingarnir sem leigt hafa sér bústað á Illugastöðum í Fnjóskadal en 14 stéttarfélög víðsvegar af landinu eiga þar sumarhús. Það var Alþýðusamband Norðurlands sem keypti jörðina árið 1966 og hóf þar sumarhúsa uppbyggingu. Nú eru 31 sumarhús á svæðinu, flest í eigu einingar Iðju, en eins þar að finna útisundlaug, verslun og félagsheimili. Hjónin Jón Þórir Óskarsson og Hlíf Guðmundsdóttir eru umsjónamenn svæðisins en þau hafa sinnt starfinu í 41 ár. Já, það var þannig að ég vann í Kaffibrennslu Akureyrar og ég var eiginlega alveg búin að fá yfir mig nóg að vera í bænum. Og ég hugsaði með mér bara, þegar ég sá auglýsingu í blaði, spurði verslunum má ég fara heim með þetta blað og sína manni mínu, já, ég fór heim, settist við eldspor og sagði, hér er starf, þú ert að sækja þetta og ég skrifaði umsókn og hann skrifaði undir og svo bara eftir nokkra vikur þá búið að ráða og ég hafði aldrei komið hingað, ég vissi ekki eins og hvað þetta var, ég vissi hvað Vaglaskógur var, punktum. Og þið voru sem sagt bara 19 ára gömul þegar þið flytið hingað? Já, náttúrulega algjörlega ótrúlegt, 19 ára gamlir unglingar. Já, við töldum út við getum gert það og höfum verið hérna síðan. Og að við ætluðum bara að vera hérna svona 2-3 ár. Hann ætlaði að fara að læra bifreiðavirkjun og ég ætlaði að fara í sjúkraliða. Og hér eru enn án bifreiðavirkjunnámsins og sjúkraliðanámsins. En okkur var tekið ofboðslega vel hérna í sveitinni. Það var frábært fólk á næstu bæinn sem tók okkur bara eins og verið börn þeirra. Kannski þess vegna við endist hún lengi. Og þið eru sátt hérna? Mjög sátt. Að sjá orlofshúsabyggð mjög bindandi en á sama tíma starfið einnig mjög fjölbreytt. Ég held að sé og það segja að sé allt sem hægt að hugsa sér hér viðhald og náttúrulega þjónusta við gesti, taka á móti gestum og sjá þrif á húsunum og passa að sé bara allt í góðu lagi eins og hægt að hafa það. Sko, gestinir eiga að þrífa sjálfur húsin. Það mjög misjafnt hvað menn telja þrif. En það lendir okkur til að þrífa þrífa það næst í kemur. En það svona of mikið það. Og alltaf á hverju einasta vori þurfum við að taka öll hús og gera alveg hreint frá bara eins og maður gerir vorhreingerningu, þvogardínur og allt sem hægt hugsa sér. Á þeim ríflega 40 árum sem hjónin hafa séð orlofshúsabyggðin á Illugastöðum hefur auðvitað margt breyst á svæðinu. Bundið slitlag og aðgangur að hitaveitu árið 2006 eru stærstu breytingarnar en svo hafa sumarbústaðavenjur gesta líka breyst heilmikið. Fyrstu árin hérna þá var opið bara hérna frá miðjan júní og fram í svona miðjan september. Þá var bara vatn tekið á öllum húsunum, allt var stengt og bara lokað, svo var opnað eftir næsta vor. Þá var engin vetrarlega eða neitt með verið hér í veturinn. Þannig að þetta var bara svona eftirlit með húsunum í veturinn fyrstu árin. Svo fóru að koma páskalega og þá voru húsin vatnslaus, þá hittist fólk í búðinni, sótti vatn í mjólkurbrúsa sem við ræddum og svoleiðis voru húsin notuð páskanum. Það var bara borið vatn í húsin. Það myndi nú ekki þýða að bjóða fólki þetta í dag, eða? Nei, og það má segja kannski sko þegar húsin koma hérna sem byggð 78, þá var vatn á þeim allt árið. Og þá fannst fólki sem var búið að vera í þessum svona við vatnspóstin sem við segjum og það fannst svona vanta svolítið að hitta fólki á morgnana í vatn. Fannst það svona öðruvísi. En þarna hittist fólk alltaf á morgnana. Það var svona viss sjarmi yfir því líka. Nú eru allir með flakkara eða vídeó eða hvað ég segja og það aðalmálið að það sé netsamband og heitur pottur. Punktum. Já, fer enginn í sumarhúsi ef ekki heitur pottur. Nei. Það bara það og svo má segja frá því sem var þegar við byrjuðum sko, þannig að var þetta matur og bara svoðinn. Það var enga græði í húsum til annars en bara svo tvær eldvélar hellur. Annað var ekki til elda á. Engin grill og ekki neitt. Og engin bakarofn? Nei, þannig að fólki var bara að sjóða matinn. En nú þetta undantekning held ég að fólk síður mat. Það grillað eða steikt eða brasað. Og það svona hluti af því að vera sumri, það að vera við grillið og í heitapottinum. Hjónin segja að hegðun gesta sig upp til hópa til fyrirmyndar eins og sést best á því að þau hafa einungis tvisvar kallað á lögregluna. Það frekar að þau kvart yfir frágangi og þrifum gesta. Það alltaf visst vandamál með það, sko, sumum finnst þetta eina helgi þarft ekki þrífa mikið. Þú notar þetta svo lítið.
en það myndi ekki vilja taka við því eins og það skilur við það. Það það sem þannig að við þurfum í húsin eftir hverja helgi töluvert mikið að þrjú, eða allt og mikið. Eins og áður sagði þá eru 31 sumarhús á Illugastöðum en stækkun fyrirhuga á svæðinu og deiliskipulag þar að lútandi í vinnslu. Óðum styttist í sumarið og eru Hlíf og Jón önnum kafin við að undirbúa komu sumargestana en frá júní byrjun og fram í september yfirleitt uppbókað í húsin. Ekki þó hægt að kveðja hjónin á þess að biðja að rifja upp eftirminnilegt atvik úr starfinu en þar af nóg að taka. Það eitt snið sem skeiði þetta, kom maður og bankaði á klukkan 4 eða 4:30 og hélt á lykli og segði mér að hann passar ekki inn í húsi. Ég horfi á lengi, menn hvað þetta að meina? Hann passar ekki inn í húsi. Og ég var lengi að kveiki hvert þetta að fara, segir svo. Þá var hann komið sömbústur hjá til Vaglaskógi. Þá var búin að labba öll húsi sem var slökkt í og aðtökuð lykilinn passaði.